Það því að stoppa svo sík með þess að sjálfsnafnlega þetta komist eitthvað að. Okkar erindi heitir viðmiðun prófgráði, leiðiljós og námsmati. Við erum ekki með glæður. Og það ætlum við að hafa þetta svolítið meira svona í umræðu og spjallformi. Það er bara að setja hérna upp. Já, ég kannski bara setja hérna svolítið líka fyrir að taka þetta. En það sem að við erum síðan sem sagt formaður yfir svokallaðri kennslunefnd félagsvísindadeild setti á laggirnar kennslunefnd í vor sem viðbrögð eða sem einleik til að uppfylla stefnu félagsvísindadeildar sem var að setja svona nefnd á stað og hún hefur fengið að viðbyrga að stýra henni og ég svo í henni. Við höfum svo svolítið mikið verið í þessu nefnd bara velta byrjum í hvert ára átta fyrir og hvað hlýttir mestu máli að skoða og hvað er að bera mjög í eitthvað störf. Og við fórum alltaf í gegnum eins og til öll vitið, það finnst við margir þarna, við með þessu líka, að búið til viðmið búið til learning outcome, menntunarmarkmið fyrir alla félagsvísinda greinar. Og þannig að við vorum að, í þessar umræðum sem við vorum að velta fyrir þá við fara svona að skoða aðeins svona hver er staðan frá okkur. Og ég tók saman 7 punktar sem var bara svona sem við vorum að hugsa upp á. Og við eins og, í fyrsta punktunum, við eins og í félagsvísindadeild eins og Chris var búinn að minnast á fram og tilbaka og sögur og aftur sérstaklega kannski í morgun, var umræðan það að í háskólanum, í félagsvísindadeild, og þetta var örugglega við fleiri deildir, þá standa ekki háskólakennara fyrir mjög breyttu landslagi og það er bara þessi rosalega fjölgun nemenda í háskólanámi. Og við viljum meina að kennsluhættir í félagsvísindadeildinni hafi kannski ekki, og námsmannsaðferðirnar þar með, hafi í grundvallaratriðum samt tekið litlum breytingum. Það við erum að kenna á svipaðan hátt og meta á svipaðan hátt og við gerðum þegar nemendur voru miklu færri og hópur nemenda var einsleikari. Þetta var það við í fleiri greinum. Nú, þannig að kennsluhættir eru svolítið fastir og á okkar mati, af því að við erum út frá stefnum fyrir félagsvísindadeild, þá er við alltaf sjálfsögðu félagsvísindadeild mjög ósátt við þá peningar sem við fáum í okkar hlut. En það á líka örugglega við allar deildir háskólans. Og það er vegna þess að kennsluhættirnir sem hafa verið tíðkaðir í félagsvísindadeild eru svona formfastir í leiknum og deililíkunum háskólans. Og það er bara einhvern veginn gengið út frá því að félagsvísindi sé hægt að kenna á ákveðinn hátt. Þannig að það sé ekki vant að kenna félagsvísindi í 200-300-400 manna fyrirlestri og jafnvel eftir að reyna miklu öðru stuðningi við nám nemenda eftir það. Þannig að í 3 eininga námskeiði í félagsvísindadeild þá hefur kannski 2 fyrirlestra og 1 umræðutíma og í umræðutímanum jafnvel er gert ráð fyrir að þú getur einhvern veginn stjórnað umræðum með 50, 60, 70, 80 100 manna hóp sem að kennurum getur flókið og erfitt. Nú er það talið fólk sem kannski er ekki með mikið bakland í kennslufræðum og námsmannsfræðum, þannig að þegar verkefni verður svona flókið fyrir útliðir það að geta bara verið notulegur kennar og kennt sín hópa og eftir svona persónulegum karisma í mínum hópfárlendum í blöndum land. Og í hverju færð sérstæða háskólagreina og nú er ég aðeins að reikna í kannski það sem hann tala social cultural theories. Þetta eru kenningar sem ég sjálf upptekinn af og er að nota mínu rannsóknum og það er það að líta á háskólagreina þegar nemandi velur sér einhverja háskólagreina og það er bara í eðlisfræði eða sögu eða félagsfræði þá er mikið að velja sér grein eins og í skóla, ekki námsgrein eins og í skóla sem er sett á stundutækni þessi 20 ólíkar greinar í stundutækni framhaldsskólanema. Heldur eiga líka háskólagreinar sem þekkingarsamfélag eða fræðigreinasamfélag sem að nemendur eru smátt og smátt menntaðir inn. Og þessi umskipti geta verið náttúrulega flókin og það er það sem við kannski svolítið verið að tala Chris Ross var að tala í dag til dæmis, það voru ég svo eins og meira því að það var líklega það sem ég lærði í morgun en það var þetta einmitt það var svolítið að velta fyrir sig hvernig styðjum við með námsmatinu nemendur til að komast inn í greinina á fyrsta ári.
Og við vitum það hér að brottfall í greinum langsamlega mest á fyrsta ári. Það kannski ekki þegar að reyna að átta sig á út af hvað getur þetta. Er ég tækur eða tækinn í þetta samfélag og hvað þetta tala öðru? Uppáhalds einn af höfundum sem að lesa ykkur Norton og hann til dæmis hefur kennt mikið einhverjum áfanga sem heitir social, er svona að verða svona félagslífi, félagslífi er eitthvað svona braut við Open University, þú taka fólk sem starfa við kannski umönnum og störfa einhverju leiti og setja þau upp svona félagslega nám þar sem háskólanám, þar sem að þeir fá réttinn til að vinna með á hinum ýmsu sviðum félagslega þjónustöðu. Og hann tekur í grein sem að lesa með þá tekur hann bara fyrstu bókina sem að þessi nemendur sem tekur í bók og starfa fyrir það út allan bæ og tekur fyrst bókina og fyrstu blaðsíðan er fyrstu bókina sem nemendur að lesa. Og þá stendur einhvern veginn, maður ekki alveg hvað það er eitthvað svona þess að social health lies between the medical and the social. Og hann útlistar svo í greininni að fyrir venjulegan Breta þá er eitthvað social, það er partí og medical í daglegu tali er læknisskoðun. Þannig að þau segja að greinisi er að fara að kynnast, sem í fyrstu setningu hefur og líkur upp á miklu veis að það er læknisskoðun eða partí. Og rekur síðan aðeins áfram bara það að komast inn í eitthvað nýtt fræðigrein og sé hvað það getur verið flókið fyrir nefnd. Nú, þegar nefndir kominningareinarnar þá þurfa þær að ná tökum á þeirri færni og þekkingu sem er talið mikilvæg, þá því líka sér hugsunarhátt og orðræður og rannsóknar aðferðir greinverkna. Og námskeiðskipanir í þessum ólíku greinum eða háskólagreinum ámætt að taka það til þess að þjálfa nemendur. Þjálfa nemendur ákveðna fræðibundna þekkingu og léttni en ekki síður ákveðin viðhorf og veruleika. Það þýðir það sem sagt að einhverja grunnasýtlingar þar álega ekki bara hvað þekkingu og hvað ég er búið sem ég maður heldur, hvað léttni og hvers konar rannsóknaraðferðir, hvernig tungu það og kannski hvernig á ég að líta út og hafa verið boðin og við tala við aðra og hafa sturstanum mín og svo framvegis. Nú í umræðum háskólasamfélagi það taka skemmtinn á kröfur háskólakennarum akademískt frelsi og þetta er atriði sem ég er að skoða í minni doktorsámi, það er akademískt frelsi háskólakennara í kennslu og það er alveg óhemju mikið hér við Háskóla Íslands. Við erum sem sagt algjörlega völdi og við sáum það í fyrirlesturnas Kristjáns þar sem að tala aðalmarkmið við námsmat og í námsmatsumræðinni er þetta svakalega gæða eftirlit sem að Bretarnir búa við. Og þeir kannski þekkir það eitthvað eigin raun. Þar eru gjarnan víða í háskólum allan heim, þar eru til dæmis þurfa að fá leyfi til að kenna eitthvað námsbrautir, það þarf að láta leggja það kennsluáætlun sem er námskeið sem samþykkt af einhvers konar miðlægri stjórn eða þá að tekja eitthvað sem er meira meðfært kennaranefndin, prógram sem þjóðar kennaranefndin þau eru metin út og sögur og þurfa að uppfylla alls konar ytri skilyrði til að fá að starfa. Hér eru viðtalsbólkur völdið að gera sem við viljum, hver er viljum bara sem við viljum. Við lítum okkur svolítið á þetta sem bara ekkert merkilegt frelsi. Nú en í umræðan annars staðar þá takast á þessi sjónarmið. Það er lítum að ég ráða hvernig ég haga minni kennslu og svo sé ekki ítök eða afskipti opinberra yfirvalda yfir málefnum og skipulagi í háskóla, þar með talið með námsmat. Og höfundurinn Jan Harker hefur komið sterkt á tilhneigingu yfirvalda til að smækka háskólagreinar og líta það sem þessa námsgrein frekar en fræðigreinar samfélagi. Og þetta endurspeglast í umfangsmikilli matsáhættu og kröfum ákveðna útkomu náms, til dæmis launahækka. Og sumir sem eru í þessari umræðu myndum að segja það, bara við hefum verið beðin núna frá menntamálayfirvöldum að búa til menntunarmarkmið fyrir okkar greina. Síður að sumuleyti líka á sem íhluti menntamálayfirvalda eitthvað sem hefur hingað til algjörlega verið bara á okkar ábyrgð og engin skipt sér sérstaklega mikið af. Og ég fór á nefnd með fleirum og ég var með miklar áhyggjur af þessu. Ég hélt að allir myndu þegar ég fórum á stað með að skrifa learning outcome í vor. Ég hélt að fólk myndi svona bregðast í þessu og verða
reikna, annarkvæmt hefur einhvern sem að tekið eftir þessu sérstaklega eða bara finnst það eins og hvert að reynda var og þessu lítil við og gættum þessu upp að þessu leik. Það er mikilvægt fyrir að standa hans yfir. Þannig að það er ekki að fólk að vera á þessu þegar. Já. Þannig ég held kannski að fólk að lókast við að tanna hátt bara klára þetta fyrir kaffi stafla og koma út. Eða hugsa þegar maður hei, halló, skoðum þetta aðeins, hvað er það að gera? Við setjum því mjög á borðið og höfum hérna einhvern svona, einhvern ramma fyrir fólk að ræða það sem við erum að gera og hvernig það tengist á einhvern okkar fræðigreina samfélagi sem að við finnst vera aðalega sem við fannst algjörlega vanta í umræðina þegar við vorum að vinna í vinnuna. Já. Sem hefur alltaf farið fram að komið þið að þessu sluttfáli? Hann ekki að marka Gunnar var sko í evrópsku landalagi bara í mörg ára á undan til að þú sérfræðingur á þessu. Nei, þetta var bara praktískt verkefni fyrir okkur. Þetta var eitthvað sem við vildum að gera og við vildum að gera þannig að við vildum að finna einfaldara upp einfaldustu leiðina sem við vildum til þess að á síðustu stundir? Nei, ekki á síðustu stundir. Það var bara eins og það tímapressan frá aðeins sem sáður var alveg fáið. Þetta hefur verið sko fínt verkefni í kortu og ár sko en við kláraði þetta á mánuðum og það í jólaleiktist þegar nemendur í prófum með þetta yfir og byrja svo nýja kennsla aftur eftir árlok. En samt held ég nú að sko hitt sem við vorum að tala sko að það væri eitthvað sem að opnaði eitthvað og með svona sæju eitthvað gott úr þetta, það gerðist líka. Þannig að sáu það að það var mjög gott að skýra aðeins fyrir sér út af þessu innbörti þá og þess að við varum þess að við viljum sjá þetta sem braut það líka út. En maður spyrja, hver var þetta svo eftir því? Það var ekki eitthvað sem var hægt að ljúka bara af og þar með þetta frá og... Já, sko... Fölskonar kannski eftir því, það var önnur sem ytri mannsmenn sem að koma utan það á vegmenntumarraðin og skoða og munu koma í framtíð. Munu koma í framtíð og gátt að við erum að gera það sem við séumst að gera. Og svo hins vegar þetta okkar innra gæða eftir því og okkar innra gæði sem ætti að virka þannig að við verðum sjálf að skoða og ræða það er stúdent, þú er þetta ekki svo? Já, þetta verður sett á því að það er ekki gott. Mér finnst það sem kennarar sem forsvarsmanns námsbrautar mjög gott að hafa viðmið. Hei, þegar viðmiðina sem samþykta orðinu sem allir nöfn þeir tala um að ég geta lesið úr dörruröðum það er mjög gott fyrir mann sem ég gegnum þegar það er alltaf rassinatum að fyrir svo en ég viti að svona samræmdu viðmennkerfi í evrópsku og rannjafættu og svo framvegð sem það er samhengi því að þetta stendur til stóri heimi þá er þetta en við reyndar ennþá, já. Það er beina samarti. Jánis heiti ég. Hafið þið verið að skoða þá námsmatið í mismunandi námskeiðum? Tilvitið til námskeiðum? Það er það sem við erum að skoða. Það er hitt undan námskrá okkar sigjar. Það er sem sagt að þetta núna liggur bara á mjög svona yfirborðs, það er bara komið viðmið, við berum okkur til viðmið markmið, ef ég má segja það, það er viðmið. Ég veit ekki, mér er svo þannig að markmið sko, en allir var mér skipting sem mér að markmið var ekkert að nota markmið, því markmið segir ekki til þetta fólk að geta það þegar það er búið að læra í akkurat sem ég hef notað sem skipting á markmið, en þannig ég er svolítið rugluð þetta. En semst að þessi markmið fyrir heilu námsbrautina eru komin til menntamálaráðuneytisins og nú eigum við raun og veru það sem næsta skref sjáum við allavega það hvernig ætlum við þá að tryggja það að þessi markmið sem við settum fram með viðmið. Þetta er nemendur okkar sem líkur því að prófa þessari grein að kunna og geta og hagnýta og fræðilega samskiptahæfni og líka og það. Hvað ætlum við að sjá til þess að hann takist áverðið eftir þessum þjálfari þessi viðmið og hvað ætlum við að meta hvað og að hvað markina við náðum þetta náðum. Þannig að það er það sem er svona næsta skrifið hjá okkur.
það er það sem við erum svona eiginlega svona að spyrja hérna er sko, notum við þessi viðmið okkar, þessi viðmið sem tók fram og maður gera sérstaklega, notum við hana síðan áfram til þess að velta fyrir okkur námskrá hvers bókans og námskrá hvers námskrás. Það slíkt í sundur og þessu námsmarki, fyrsta höfum ákvæmst með markið. Jú, þá það er ekki fakt semst, ekki samkvæmlega sjálfur sem kennslu þegar við þarfum að gera vikið. Það er það sem en það sem svo ég held áfram aðeins bara með þá leggur til við faktir til að segja það sem mjög mikilvægt að margir háskólamenn í Bretland, bara vísi Bretland að því að ég þekki nokkra það, þeir uppljóð svolítið frá þeim hafa verið tekið að pröfa á til að hafa ákveð svona hafa ákveð á sínu námi og fyrir valdaði og sumir sérstaklega til þess reyndar að það er ekki háskóli að kenna en framhaldsskóli að kenna fyrir nokkrum ára fyrir svona viðstíðlega námskrá til þess að þú veist þannig getur maður alveg sagt marga sem í skóla þá sem ekki kenna mjög veikur því það er bara alveg mjög en þeir alltaf pakkur sem nefndir ekki bendir á að það sem skiptir máli er að við séum sem háskóla bók innan okkar frækina bara mjög nærvægt og sterk í því hvað við erum að gera, hvað við erum að gera og bara velti fyrir sér svona eins og spurningu sem hún setur fram þannig en hvað þekkingar er að tala sem skiptir máli innan okkar greina og þá er ekki að tala allt sem er að komast til, þetta er bara hvað grundvallar atriði í kennslufræði eða sagnfræði eða líffræði sem við teljum mjög mikilvægt að mjög náðu tökum á og hvernig er svo þekking skiplu og hvernig er hennar að afla og það er rannsóknaraðferðir notuð til að afla þekkingar innan þessari grein og í skipinu sér einhver átök innan greinum, það er því sér þannig svolítið hótt að maður spyrja sig eru til ólíkir skólar innan greina þannig við erum svo líkt háskólum, svo líkt samfélag eru ólík sjónarmið innan greinina og eru nefndir meðvitaðir það eða gerði meðvitaðir eða sykluðu bara einhvern eitt sjó sem þekkir veginn til að kenna málfræði eða og sleppir svo bara sem hinn í skólinum að því það er einhver sem er sérstaklega áhuga saman þær aðferðir. Og Parker telur að með því að við spyrjum okkur svona spurninga þá beinum við athyglinni að því hvað það að kenna og hvernig henni grein. Og það er leiðandi eftirlið en eftir slíka umræðu að komast niður í vangaveltur það hvað það er sem við eigum að kenna nemendum og hvað að leggja áherslu á að nemendur tileinki sér og haga þá kennslu þannig að þeir fái þá þjálfun sem þeir þurfa og námsmatinu leið. Og svo er það bara þessi 7. punktur sem við erum kannski búin að koma inn að 7. punktur er þessum þú að koma hérna svolítið fram það er einmitt hvað gerum við til dæmis með svona þegar við fáum svona apparatur í hendur eins og þessi við lítum við á þetta sem skrifræðislega eða notum við þetta virkilega þess að stofna til umræðu fyrir hvað greinin okkar á að standa eða háskóli fræðigreinin okkar fyrir hvað stendur og hvað skiptir máli. Og ég svona sjálf held það að við ástæðum til slíka umræðu afskaplega lítið í háskóla. Við séum mjög lítið að takast á. Nú við erum að þekkjum alla greinar, en ég hef verið að skoða námskar umræður í þremur greinum innan háskólans. Og það er bara, hún verður einhver leiti til á sér einhver leiti staðs og umræður í gegnum kennsluskráðinga. Að við þarf að ákveða hvað við búum framlega á. En svo umræður er líka mjög svona bara praktísk, ekki til sem getur kennt þetta eða höfðu efni á að hafa þetta námskeiði eða henda því út og það er mjög sjaldan og nú kem ég til dæmis út kennslufræði og kenni námskrárfræði þannig að við fannst þetta neitt og sérþekking liggur á þessu sviði en við í minni grein mjög sjaldan setjast niður og segja er þetta eitthvað mikilvægt? Tengist þetta? Er þetta eitthvað tengt sáttmálunum? Er þetta tengst við nýjustu stefnu og straumi í fræðunum? Er þetta komið samhengi sem skiptir máli að vita eða hvað af hverju eru við að kenna þetta, af hverju eru við ekki áherslu á þess? Og ég held kannski vandi þarna eins og í minn námskeið og starfsfræði að það er eftir endurskoðun á náminu. Það er engin stuðningur. Strúktúrinn stuðningur. Við fáum að kennsla afslátt, með pening eða styrki eða neitt til þess að vinna þessa vinnu. Við bara gerum hana og ofan á
En það var svolítið gaman samt að heyra bara svona, hvað nú komið við svona kannski ólíkum greinum og fer slík umræða fram innan ykkar fræðasvið? Já, ég er mjög Já, alveg grundið í, já. En það leytir þá út hálsir þar þannig að það er eitthvað bara þreytt og svona hópum og þung. Ef ég þjáði áfram, bara ég starfæði skoðan með það. Svo fór ég með vatnið til gegn og sumaði fyrir það. Það var mjög fallið. En kannski ekki alveg nóg djúpt inn í tengingu námsmannsins lífið náttúrulega var. Ég var einnig bóðið fyrir það sjálfur. Aðferðafræði sem við að taka á þessi kosti. Og markveðgarðis og markmiðin. Byrja þetta til hvað vægi spurningarinn og byrja til vægi markmiðaþáttarinn. Og ég fór í gegnum með heimildir og það var mjög ákvæmlega eftir umræðast og vitandi það vissi það nákvæmlega mikið hluti þau áttu von á í uppgjör á námsmiðinu. Hvað hver námsmaðskrítería væri? Nákvæmlega. Það komið ekki á óvart í lokið og að vera bæðið í símart. Já. Nú var það hérna úr kennaraskólinu. Hvað segir þú að þið farið í svona í saktæði? Heimsbygging. Í heimsbygging, alltaf að setja í Það saktæði. alltaf, ég kenni heimsbygging sögur. Já. Við höfum, hverju vorið höfum við einn eða tvo daga sem við kallum sporadaga, þar sem við ræðum svona einu smálefni greinarinnar. Við höfum ekki farið í gegnum viðmiðin og þetta sem við samkynning þeirra, við höfum bara gegnum allir aðrir. Það var nú ekki náttúrulega dagskráðist, en við höfum svona á hverju vorið höfum við daga sem við höfum yfir svona farið aðeins. Hafið þið eitthvað rætt í þessu námskránni í heimsbygging? Allt námið og... Já, við höfum svo byrjað á því. En við erum nú, við vorum með svona markmið sem var nú sett eftir löngu. Þannig að á sömuleyti þetta bara uppfærsla á því sem var fyrir. Höfðu þið að leiðarljósið nú bakið kannski að viðmið frá ráðum? Þegar við sömdum? Já. Það er matskrítería. Ég meina nú lögðust að við yfir það, allir. Já, öll deildir og hún fór eftir því. Og allir sattir? Ekki fyrst með því. Og þetta var alltaf ólíkt. Þess að EA-stigs viðmiðin voru öðruvísi eftir meistara og doktorstigs. Meistara og doktorstigs viðmiðin fóru nær skala eða viðmiðin mennarróðinsins. Það er þess að þetta var náttúrulega sendt í yfirlestur og var hægt aftur svona stuttumáli. Þannig að við tókum þetta miklu alvarlega fyrir þá og fórum aðra umhverf og eða friðinu, þannig að þetta var nokkuð samræmt og ítalega unnið. En síðan veit ég ekki hvernig að reyna að fara inn í því. Ég er svolítið fórðið við sko. Ef fólk finnur kannski að galla eða hindranir í þessu plaggi hérna, hvað er það næst? Sem krafar vælanleika eða... En ég held að það hefur verið flokkfræðinu þegar það var. Flokkfræðinu? Já. Hún miðaði alls ekki við okkar grein. Nei. Já, hún passar ekki við. Hún passar ekki við. Hún var á við einhverja verklega grein. Það er grein sem starfsmyndagrein. Verkfræði eða læknisfræði eitthvað svo leiðis. Og passar það ekki við það. Þannig að það var svona svolítið kunst að fella okkar þætti inn í þennan vanda. Upphaflega virtist að vera þannig að það var svolítið opið. Síðan ákváðu menn skipt mér að miðsvæðist að taka enga séns af því að þessu ekki afkvæmlega og það var einhvern veginn Frístækking í fyrstu aðra. ekki í fyrstu aðra, nei. En þetta er alltaf eitt sem við erum ekki passað að við vorum að vinna þetta. Það var að halda til hala svona viðbröðarmáttar og ábendingum að við nefnum alltaf alveg tilhjörn hjá frumröð hjá menntamálaráðuneytinu líka.
Þannig þeir eru að vinna þetta í fyrsta skipti og hugsanlega hefði átt að vera svolítið viljaði að halda þessu til haga og koma því til þeirra sem að sjá á brotið viðnum. Og mér fannst hvernig þetta var lagt upp frá menntamálaráðuneytinu er alveg óviðunandi fyrir okkur raun og veru. Við vorum að vinna vinnuna sem þeir okkur að búinu að gera. Var þið fyrsta þá? Já, þannig að sko í staðinn fyrir að fá viðmiðin og leiðbeiningar hvernig þetta semjum að þá fengum við nú ekki einhvern í vinnu. Fyrst því þau voru ekki tilbúin. Þannig að þetta var fylgur hraða að okkur veitarnir þeir voru aðeins fram. En ég var að hugsa þess að þetta segja með að þekkist einhver samfélag að fræðinarsafla og það sem þú segir þetta passaði ykkur alveg eins og meðan segir þú veist, kannski eðlilegt að nemendur hafa áhrif á hver viðmiðin eru en þá ekki eðlilegt að við sem ólíka fræðigreinar séum í einhver samvinnu við ráðuneytið að þróa þessi viðmið og sé svolítið dýnamískt kerfi og það sé kannski bara ólíka aðeins viðmið fyrir ólíka fræðigreinar þú segir svona starfsmyndargreinar versus fræðigreinar. Eins og ég var náttúrulega sko fræðigreinar setja miklu ítalegri viðmið þannig að þetta er náttúrulega svona lágmark basic viðmið sem að ráðuneytið kannski standa kannski skila og ríkjum standa skila og það er verið fólki erlendi sem að vera samanbúið að hafa náttúrulega svoleiðis. Í hvað grein er þú? Þú veist ekki veitir grein, bara grænni grein. Mastist á þau Já, ég er bara svindlaveiðin. Nei, þú Ég bara kem sér út úr grunnskólanum. Já. Og er að hugsa um ljósmyndar. Já. Það er fólkilega verið og ég bara var að hugsa það. Ég veit að þið eru ólíkum greinum. Það voru það er skiljan. Já, ég hef ekki gefið að við ekki hlutuna, sko. Þá var hann verið svona ákveðin, sko, mæla bara fylgti mjög í það, má segja. Það var það formina sem þið voru eitthvað. Já, sko við gerðum þetta þannig, við gerðum svona serial killers. Við byrjuðum á þeim stöðum þar sem við vissum að var einhver þekking á svona námsmarkmiðum, setningu. Við komum til síðan skjál og því og stöndum áfram til þetta greina en við erum sakræði og íslensku. Og íslenskan gerði þetta valdsíðan mjög vel úr þessu og það lagt á þeim valdsíðan að viðmiðunum fættu fyrir þannig að þetta var svona snjókast. Þetta var eiginlega eina leiðin sem við sáum færi. Er þetta þá svona einhver svona kritería sem að fólk getur farið inn á og máta sig svolítið við? Vil ég verða svona Það er nú eitt sem að kannski það er gott að segja það. Það er verið áhugavert í fyrir það tölvupóst frá einhverju sem vinnurinnar innan er að vinna með nýju námskrana sem við eða nýju kennsluskrána og eitthvað fórum og sagði hvað á að vera í uppdáðum við það dróðum til okkur baka og settum við til en það stóð hvað á að vera fremst í greininni og svo var eitthvað svona einhver gömul lýsing og ég bara eitthvað sagði ég var eitthvað tímtið þannig að ég vita hvað verði ég og það get ég áður þegar ég er búin með þetta mál sérstaklega ef að